Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að hefja rúður eina ferðin enn og auðvitað hvergi að baki dottinn. Við erum Guðs menn og Guðs fólk og þó að ýmsu gangi geti gengið þá erum við ekkert að hætta neitt. Og hvers vegna ættum við að vilja það á meðan við erum að gera þetta allt saman eins og Guð vill að við gerum það og þegar við erum vissum að gera eins og Guð vill, þá erum við líka vissum það að við séum að gera þetta rétt. Og hvaða ástæðu gefur það mér og þér til að huglega það að hverfa frá? Enga. Og hvað er næstu stöðunni? Það er bara að halda áfram verkið. Það er næstu stöðunni. Og það hefur verið næstu stöðunni bara frá því að við hófum þessa ágætu sjóferðir okkar. Við höldum bara áfram. Guð er í dag og hann leiði mér að vakna inn í þennan dag og veit, þekki hjarta mitt, að ég er reiðubúinn til þess að sinna kallinu og kallið kom og hér er ég að tala við þig erindi sem Drottinn veit að þú munt njóta og nýta og nota sjálfum þér og sjálfri til réttrar uppbyggingar. Við erum nefnilega að gera þetta allt saman rétt. Engin bendandi fingur þar sem að orð Guðs er rétt framborið. Engar kvaðir, engin höft, ekkert ófrelsi lagt á hvorki mig eða þig. Af því að við erum að gera þetta rétt. Það fylgir því nefnilega ekki að vera með einhverjar reglur sem Guð hefur ekki ætlað mönnum að fylgja eða fara eftir né huga að, því allar þær reglur sem við getum bent á eru í Biblíunni, orði Guðs, Nýja testamentinu. Drottinn kallar okkur til frelsis, ekki til hafta eða hindrana. Séu þær í gangi, eru þær hrein mannaverk. En það er alltaf hægt á því að þessi ágætu mannaverk komist inn vegna þess að menn, ég og þú og við öll, eru með skoðanir á einu og öðru sem að við jafnvel teljum að fylgi því að ganga trúna og teljum vegna þess að við erum ekki vel að okkur í Biblíunni. Og fólk, hvort sem ég að þú, sem er ekki vel að sér í Biblíunni en eru kannski fæddir í hjarta sínu kennarar og kallaðir sem slíkir af Guði, við þurfum þá að vera það hyggignar manneskjur og vel grundaðir í trúnni að við í það minnsta lærum það sem orð Guðs er að segja. Og þá getum við sagt kinnroðalaust að við séum að gera þetta allt saman rétt. Kannski finnst þetta einhverjum vera hroki, en þetta er ekki hroki. Halló. Við erum að tala hreint Guðsorð og það getur ekki verið hroki að tala hreint Guðsorð. Það getur ekki verið ámælisvert að tala sjálfan sig sem þokkalega að sér í Guðs orði vegna þess að það er satt. Og hvernig má annað vera hjá hvort sem er mér eða þér sem erum búin að vera stútir á orðið í 30 ár eins og ég. Hvernig má það annað vera en að maður geti sagt sjálfan sig að maður sé þokkalegur í orði Guðs?
Er það ekki eitthvað rosalega flókin vísindi að segja? Liggur það bara ekki fyrir? Og væri ekki sama hjá þér eða hverjum öðrum sem ert búin að vera lengi í sama verkefni, má segja að þú segir sjálfa þig að þú sért orðin þokkalega fær í þessu. Ertu ekki bara að segja sannleikann? Og er það ekki nokkuð víst að þú ert að segja sannleikann? Allir með fulla 5 sjá að menn læra af því sem þeir gera. Og sumir eru kannski svo heppnir, ég veit það ekki, eða segjum að þeir séu heppnir að þeir hafa blínt á eitthvað eitt sem þeir gera það og að ná einhverjum árangur í því þegar maður er með svona stæðstjórn hluta fókusin á þessu eina. Hvað getur það gefið manni annað en góðan árangur? Halló? Það liggur alveg fyrir. Þetta er ekki neitt skrítið, þetta er ekki neitt einkennilegt, þetta bara er það sem gerist vegna þess að þekkingin af því að gera og vera ástundun og samúðsöm við það, hún gefur bara af sér ávöxt. Þannig að menn og konur sem eru að gramsa í orði Guðs líti á sig sem svona þokkalega að sér í verkefninu. Það er bara rökrétt. Það hlýtur að vera með þeim hætti líka. En auðvitað náttúrulega fylgir þessu ábyrgð. Og ábyrgðin felst einkum í því að við séum að gera verk sem að við getum kynróðlega sagt að sé rétt gert verk. Er einhvað sem við getum gert rétt? Ég bara spyr þig. Ég er alveg samfærður það að þú svarar því játandi. Og þú talar, bara kalla fram eitthvað úr þínu eigin fari, því að þú hefur gert margt rétt. Það er ekki rétt. En þú getur hins vegar alveg viðurkennt það eins og ég og líklega flest af okkur, að við hefum gert mörg mistök, sem er allt annað mál. Það er ekki gott að gera mistök, ég get nú alveg viðurkennt það. En mistökin eru þarna og þau hafa sennilega kennt manni mest af öllu. Þau eru upp staðið. Akkur er það að þetta samverkar allt til góðs sem þú gerir, það er að segja ef þú gefst ekki upp vegna mistakana. Það er alveg inn í myndinni að það geti gerst. En það er alveg samt jafn röng ákvörðun hvort sem væri fyrir mig eða þig. En að geta ekki staðið á því eftir áratugi í sama verkefni að maður sé orðið þokkalegur að sér er bara rugl. Er bara rugl og ekkert annað. Því miður að þá get ekki allir sagt þessa sögu með sanni vegna þess. Þeir eru svona að taka sér taki fólk og þá á ég við, það drífur sig að stað, alveg sökkvir sér ofan í þetta verkefnið og hitt, svo eftir 2, 3, 4, 5 mánuði að guð maður vita hvað, þá er þeir stokknir úr því aftur. Og farnir að í eitthvað allt annað og eru svona fólk sem er hreyfgjarnt, við erum bara svoleiðis og það stekkur og sökkvir sér í þetta verkefni og hitt og náttúrulega gleymir hinnu. Svona átaksfólk með sig sjálf. En sumir eru, kannski eru við nú öll að einhverju leyti svona átaksfólk, já, ég hugsa það nú. En þó við séum átaksfólk og hlaupum úr einu í annað, þá getur samt einhvað eitt verið eftir sem við gefum tíma á hverjum degi. Og það er orð Guðs líklega ef það er einhvað. Og það eru margir sem eiga þá sögu með sig sjálfan
að þetta hafa þeir alltaf gert og ekkert veiklast neitt á því. Á hverjum degi, eins og við vorum að tala áratugi, hefur orð Guðs, hefur trúin fengið einhverja rækt og ummönnun og halló. Ef einhver heldur að það skili sér ekki, þá veit ég ekki á hvaða stað viðkomandi er. Það segir sér alveg sjálft. Þetta er ástæðan fyrir því að Drottinn segir í orði sínu, leitið fyrst ríkis míns og réttlætis, þá munuður veitast þetta auki, og þetta auki er kannski þetta átaksverkefni sem ég er í, og svo líkur því og ég fer í annað átaksverkefni. Þú mátt gera allt sem þú vilt, en Drottinn bendi þér á, leitið fyrst ríkis míns og réttlætis, þá munuður veitast þetta auki. Þannig hann er ekkert að taka neitt frá hvorki mér eða þér. Fyrir svo utan það, þá veit hann 100% hvernig ég er og hvað í hjarta mínu býr. Og honum hefur tekist í þessum einstaklingi, og ég vona fyrir þig að það gildi líka þig, honum hefur tekist að gera trúna stóru afli í viðkomandi. Og vegna þess að trúin er svo stór í viðkomandi, þá gerist það að sjálfu sér að hvort sem er ég eða þú, leitum fyrst ríkis hans og réttlætis í þeirri trú að annað muni veitast okkur að auki. Þetta og hitt muni veitast okkur að auki. Og þá ert þú nú aldeilis á flottum stað og getur sagt, hvort sem er eftir áratugi eða einhver ár, það tekur nú tíma að læra, að ég er nú þokkalegur að mér í orði Guðs. Það segir sig alveg sjálft að þetta hlýtur að verða með þeim hætti og algjörlega kynróðalaust að tala um. Það smá saman safnast í sarpinn og við erum að tala um þetta. Þannig að í Guðanna bænum, og ég bið fyrir því að enginn fái að rífa þetta af þér. En ef þú ert náttúrulega með fólki sem eru hneykslunnar hellur ykkur, þá bara verð ekki að tala um þetta við þau. Því að þau myndu hvort þeir hneykslast. Og það er líka eitt sem að þarf að vega og meta á hverjum stað. Það er hvað má segja, hvað er óhætt að segja hér og þar. Ef þú ert inn í svona hópi sem er svona svolítið kátur og hress og allt saman það, þá er nú líklegt að þú getur nú sagt eiginlega hvað sem er. En ef þú ert í öðrum hópi, góðir vinir þínir og allt það, sem er ekki alveg eins hressir, þá skaltu bara gæta orða þinna. Og ekkert að blása það út sem að hvort er bara setur einhvern drunga á fólkið. Hvað myndi Drottinn segja um svona breytni? Skynsemi, hygni, viska. Og þetta er eitt af því sem að trúin, orð Guðs, og sem að þetta vill kenna þér. Og trúin, hún sýnir þér hvernig lífið er. Hún gefur þér kennslu um það hvernig fólk er. Að það bara er svona. Þannig að sumt sem þú segir alveg uppveðraður og ert að segja bara satt, það er engin trygging fyrir því að nokkur maður taki við því. Engin. En samt veistu að þetta er sannleikur og þetta er alveg nóg fyrir þig að vita að þetta sé sannleikur. Og sannleikurinn hann segir satt, hann lýgur aldrei, hann kann það ekki, hann getur það ekki, hann vill það ekki. Og þú getur alveg verið þessi manneskja sem segir sannleikan.
En þú ert líka manneskja sem átt til visku og segir ekki allt í einum hóp sem þú myndir segja í öðrum hóp. Þetta er svona að vega og meta og þetta er eitthvað sem lífið segir við mig að maður þurfi að gera. Við sjáum að við erum að fá Guðs orð til þess að læra betur á lífið. Það er ekki rétt. Læra betur á sjálfan sig og þá fer maður af þeim stað að þegar maður þarf þess að bara láta allt flakka allstaðar. Sumir gera það, ég held að Drottinn kalli slíkar manneski bara heimskingja. Það er alveg pottþétt mál að trúin er ekki að fóðra og byggja upp heimskingja. Heldur fólk viskuna og þetta er ein viskan. Það er að sjá þessa þætti. Ég held ef að maður er svona þokkalega athugul manneskja, margir eru það og sumir meiri en aðrir, að þá sjáum menn þetta mjög fljótt hvernig hópurinn er stendur. Og ég held að það sé mjög þarflegt að gera. Þarflegt að gera. Það sem að menn eru kátir og glaðir og svona jákvæðir, þetta er nú svona misjafnt hvernig við erum. Þá þolir þessi hópur nú meira, nokk talsvert mikið meira heldur en hinn sem er búin að vera klóraður á hausnum og ekkert um áhyggjur. Gerir. Akkur er hann að klóra sér í hausnum og akkur hefur hann tómar áhyggjur. Vegna þess að það hefur eitthvað gerst sem við vitum ekkert um. Við vitum að áhyggjur koma af litlu og engu, en þær eru. Og það breytir þanganum. Það breytir gleði yfir í eitthvað annað. Þessar áhyggjur. Þannig að við sjáum, ef við skoðum orðið, að það kemur inn í þetta allt. Hafið ekki áhyggjur. Hvað þið eigið að eta, hvað þið eigið að drekka, hverju þið eigið að klæðast. Þegar Drottinn þekkir þetta allt, hann veit alveg þarfirnar. Áhyggjur eru, og við vitum, þurfum ekki að tala mikið um áhyggjur, við vitum alveg hvernig þær eru. Þær eru afl sem sogar frá þér allt sem heitir gleði. Er það ekki rétt hjá mér? Við vitum þetta, en samt erum við að leyfa þessum áhyggjum að bara soga helst hvernig lífsneista burt úr okkar hjarta. Akkur vinnum við ekki bug á þeim með orð Guðs og trúna í okkur. Akkur gera menn ekki alltaf rétt? Mætti líka spyrja. Hver getur í sjálfu sér svara þessu? Það er ekki hægt. Það er ekki til neitt svar við þessu. Akkur menn bara ekki gegnum gangandi trúboltar? Ég veit það ekki. Akkur þetta er svona. En vissulega væri þetta einhvað sem að hver og einn vill. Ég held að ég sé að tala bara fyrir okkur öll. Við viljum þetta. Eitt er að vilja, annað er að framganga í. Þetta er sitt hvor póllinn. Og á hvorum pólnum eru við núna? Kannski eru við á þeim sem að okkur líður hvað best á. Það sem að hamingjan bara er hjartaði fullt af því, henni. Kannski eru við á staðnum þar sem að áhyggjurnar hafa kolst yfir okkur og þær eru bara soga síðasta lífsneistan burt frá okkur. Þetta fylgir hverjum og einum. En misjafnt samt hversu fljótir menn er að átta sig á því hvað er að gerast, því þetta einhvern veginn verður svo íþyngjandi og svo kemur upp í þetta ótti einhvað
sem að við veitum alveg hvernig þessi ótti hann segir okkur nú aldrei sannleikan sem annar mál, en þið allt þarna. Þess vegna erum við að hvetja menn, sjálfa okkur og aðra með okkur, ræktiði trúna og segiði kynróðalaust og segið þá satt að ég þokkalegur að mér í orði Guðs. Vegna þess að við höfum verið að gera þessi verk daglega sem við tókum trú. Í áratugi sumt fólk og aldrei vikið að veginu hvað þetta varðar. Þetta skilar sér. Þetta safnar í sarpinn. Þú ert í þekkingabrunnur hvað orð Guðs varðar. Það er auðvitað ekkert nema synd ef við erum ekkert að nota þetta neitt. Nema fyrir okkur sjálfum, það er gott að nota þetta fyrir sjálfan sig. En þannig er ekki orð Guðs í raun og veru. Það vill að það streymi frá mér sem þekking til annara. Þetta er bara krafan sem Drottinn setur á mína trú að þetta sé gert með þessum hætti. Aðalega þetta er það sem ég tel að hann leggja á alla. Samt er það líka þannig, og þetta veist þú alveg jafn vel og ég, að stöður, köllunin réttara sagt, hún er misjöfn. Köllun sumra er að fara út á göturnar og tala við fólk augliti til auglitis og þessi staða hefur alltaf verið til og hún hefur alltaf verið virk því að þannig er það nú bara að það hafa alltaf verið til menn og konur sem hafa farið út á göturnar að ræða við fólk. Það er köllun sumra manna. Þetta eru líklega trúboðarnir, já, menn og konur sem bera fagnaðarerindið út og hvar þarf að bera fagnaðarerindið út? Til fólks sem þekkir ekki fagnaðarerindið. En það er ekki nóg að bera út fagnaðarerindið. Þetta er mikilvægt verk og undirstaða alls hins. Það þarf líka að vera til fólk sem kennir, sem bendir á Biblíuna, sem segir við sjálft sig, þó það segi ekki við aðra, ég er nú þokkalegur að mér í orði Guðs. Og það er að segja satt, og það segir eftir áratugi. Það er verið að safna í sarpinn í áratugi. Og við vitum að fullt af fólki gerir þetta. Eru ekki bara þessi átaksverkefnis fólk sem að algjörlega sökkvir sér ofan í þetta þitt, orðið til dæmis. En svo var það komið í eitthvað annað seinna. Þá er hitt sem að það var að gera gleymt og grafið. Það er ekki verið að tala svona, því lofa ég ykkur. Eins og vorum að tala áðan, leitið fyrst ríkis míns og réttlætis, þá munuður veitast þetta að auki. Við sjáum röðina. Leitið fyrst ríkis míns og réttlætis. Sem sagt, ég, segir Drottinn, komi fyrst. Áður en ég geri neitt, skal ég fyrst leita Drottins. Þá segir hann, þá munuðu veitast þetta að auki. Þetta hvað? Það sem hjarta mitt þráir. Og hvað þráir hjarta mitt? Sem betur fyrir er ég nú svo heppinn maður að það sem hjarta mitt þráir
en nú svona að staðstun hluta vilji Guðs og vonandi allur vilji Guðs. Svona hægt að haga sínu trúa lífi. Þú ert bara inn í þessu umhverfi sem heitir Guðs orð og Guðs veruleiki og það er allt lífið. Og ég held þú þurfir ekkert meira en að vera inn í öllu lífinu. Ég þarf ekkert meira. Ég held að sama gildi fyrir þig, að þú þarft heldur ekkert meira. Hvernig ætti ég að þurfa meira? Skapaður af lífinu sjálfu drottni Jesú Kristi. Og sagði ekki faðirinn við eldri sonin sem var að bögga faðir sinn vegna þess að hann tók yngri bróður sinn aftur inn. Hvað sagði hann við hann? Allt mitt er þitt. Og hann er að tala við þig. Sem ert kannski ekki eitt par hrifin að þessi þarna sem komin inn aftur. Því bara var það ekkert það. Faðirinn er eigandi að þessu öllu og hann ræði því sjálfu hverjir eru. En hann segir við mig, sem var kannski alveg svakalega fúll í framan þegar ég sá þetta. Allt mitt er þitt. Þetta er nú ekki alvarlegra mál heldur en þetta. Þetta segir mér það og þér og okkur öllum, horfum bara réttum augum á það sem Guð er að gera. Og stoppum þar. Og við fáum þessi réttu augu þegar við erum í því sem að trúin er að kenna okkur. Hún beinir alltaf spjótunum og sjónum okkar að orði Guðs. Ekki frasafræðslunni. Og einhverjum kenningum sem eru á lofti og svo kemur í ljós að þær ekkert einu sinni í Biblíunni. En hafa merkt mann og annan til hægri og vinstri í kirkjónum. Ég get nú bent á nokkra núna bara ef ég vildi. En ég held ég ætla ekki að gera það nú ekki núna. Þetta vekur forvitni þína því að þú vildir heyra þetta auðvitað. Það verður þú bara að vera forvitin áfram. Nei, vinir mínir, það sem við þurfum orð Guðs. Við þurfum að vita skil orði Guðs. Við verðum að þekkja það betur en minna. Og við getum það. Við höfum leiðirnar. Og við sjáum að þetta er ekki orð til einskis að segja ræktiði samfélagi við lifandi Guð daglega. Ég segi það og sendi það. Þú þarft ekkert að gera einhvern svakalega langan tíma. Bara gefðu þessu einhvern tíma, einhverja mínútur hverjum degi. Það er með þeim hætti sem safnast í sarpinn. Og ég hef oft vitnað það og ég veit að þú sem ert á sama stað og ég tekur undir að orðið það safnast saman í hjartanu. Orðið er leyndardómur. Og veistu hvað? Þú ferð að tala og fara þessu orð að pompa upp í ræðunni. Án þess að þú hafir neitt verið að velta fyrir þér hinnu orðinu og þessu orðinu. En það bara pompaði upp. Hvernig má það vera? Af því það er. Ég veit ekkert hvað þetta er í hjartanu. En ég veit að þar er það. Það gæti ekki pompað upp nema vera þar. Ég tegi mig ekki í einhvað sem er hérna í kringum mig eða er ekki þar. Ég er þá að standa upp og finna það. En þarna er það. Gleraugu mín til að mynda. Þetta stykki. Vaskglasið mitt. Það er þarna. Og eins er með orðið. Ég kom því fyrir reyndar hérna í kringum mig. Eins er með orðið. Það er þarna. Og það er þar sem ég er.
Ég þarf ekkert að teygja mig eftir neinu þar. En ég kom því fyrir þar að ég var að lesa orðið. Þá fór það þanga sem orðið á að fara í mér og í þér. Sem sagt, ég les fyrir mig og það fer í staðinn sem að ég, á staðinn sem að er í mér. Þú gerir sama og sama gerist hjá þér. Sitt hvor einstaklingurinn að gera sama verk og sama gerist í báðum tilvikum. Og það eru margir kallaðir til að kenna og predika, þú veist allt um það og það er sannleikur. Ef þú ert predikar og kennari, þá ertu með þessi skilyrði í þér og þú ég bið Guð að gefa þér skilning á því og sýna þér hvernig þetta er. Þegar þú ert að tala, að þá allt í hennu bara er komið upp á orð og það er beint inn í það sem þú ert að segja og þú notar það. Þetta var ákveðin opinberun fyrir mig fyrir margt löngu eftir að ég byrjaði að tala og ekki áður því að ég var ekkert að tala neitt orð Guðs fyrir 10 árum eftir að ég frelsaðist en var alltaf að lesa og á einum stað þá sá ég gagni að því sem maður var búið að gera áður og ég sagði, vá maður, þetta er allt þarna. Þess vegna tala ég með þessum hætti að því ég séð þetta sjálfur. Drottinn sýndi mér þetta og síðan þá hefur hann sýnt mér þetta í hvert skipti þegar ég er að tala þá skal alltaf einhver koma upp af orði Guðs sem að ég var ekkert að velta fyrir mér þegar ræðan byrjaði. En það hef ég lært að ég þarf ekkert að vera veltinni fyrir mér. Og ég hef líka vitnað það að fyrir mér var þetta rosalega notaleg hugsun að eiga. Því að það fer mér ekki vel, og Drottinn veit það og ég veit það, að vera mikið að velta fyrir mér svona hlutum, því að þetta eru náttúrulega alvöru verk sem við erum að gera sem að tölum, og Drottinn bara tók það frá mér, ævinur, nú breytu þessu, og nú höfum við þetta svona. Og það var svona. Þess að ég sest, gerir mig kláran, svo byrja ég. Og það verður hver góð ræðan eftir annari sem kemur. Þess að farvegurinn frá lifandi Guði bara er. Og farvegurinn frá lifandi Guði er og streymir frá mér. Akkur á ég þá að hafa áhyggjur af því hvernig, hvað ég á að tala. Ég þarf það ekki. Drottinn hefur sýnt mér þetta. Hann hefur sagt þetta við mig. Og svo hefur hann staðfest þetta með þeim hætti allavega og mörgum öðrum hætti að orðið það bara er. Það er eitthvað boxarna sem það er í. Hvernig útskýrir maður svona? Ég held að það sé bara ekki tækt og hver skilur svona? Ég held að sé nú að raun og veru fæstir en trúin tekur utanum þetta. Þú bara leyfir trúnni að ráða og þú segir, þetta er svona. Við útskýrum ekkert allt en trúin er mögnuð, hún staðfestir þetta í mér, ekki svo að skilja ég viti hvað hún staðfestir hjá þér, en mögulega, hugsanlega, og kannski hefur hún líka staðfest þetta hjá þér, það sem hér er verið að segja, og þá ert þú ekkert að flækja þetta fyrir þér. Þá veistu að þetta er svona. Ég var búin að halda nokkar ræður á þinni komst að því að svona virkar þetta. Og eins og alltaf áður þegar maður hefur fengið svona staðfestingu, þetta er náttúrulega ekkert annað en kennsla, þá hefur maður bara orðið ennþá vissari í sinni sök að maður er á réttri leið. Og það er langt síðan reyndar ég komst að því að svo er. Ég held að margir, ég reyndar þekkingar sem að efast eitthvað um þetta.
Ég veit að margir taka undir þetta sem ég er verið að segja. Og margt af því sem sagt hefur verið og kannski verið svona sammála, svona flestu í gegnum eina ræðu, þó að sé kannski allt annað mál, þó við séum ekki sammála um allt. Það setur enga blett á ræðumann eða neitt, því að við erum bara með misjafna reynslu, misjafna reynslu og við miðum mikið við það og við getum auðvitað ekkert annað. Hver hefur rétt fyrir sér bara veit ég ekkert um. Þannig það ýmislegt sem við getum verið að velta fyrir okkur í sambandi við trú. Og auðvitað tökum við undir það að trúin lífið sjálft. Og trúin eitthvað sem við vildum bara aldeilis ekki missa, því að það það eina. Hún það eina sem við eigum í raun og veru. Við getum mist allar okkar veraldlegu eigur. Og sumir missa trúna við það að missa sínar veraldlegu eigur, sem slæmt auðvitað. En þá sjáum við, sé svo, á hvaða stað trúin var alltaf. Og maður sem á trú, alvöru trú, réttgerða trú, hann getur alveg lent í því að missa allar sínar eigur. En trúin fór aldrei með. Og þar skilur á milli. Sá trúaði var náttúrulega harmi slegin yfir því að svona skildi fara. En hann sagði, ég á samt eftir mína trú. Þetta spurning, á hverju erum við að byggja okkar trúarlíf? Og hvað af þessu hefur fengið mesta ræktarsemi af okkar hendi? Ég hveti til að iðka trúna þína, umfram allt. Við auðvitað höldum í okkar eigur og gerum allt sem við getum til þess að halda í þær og það eðlilegt og það rétt og það eigum við að gera. En við erum samt búin að undirbyggja það að þó skal trúin standa eftir. Trúin má ekki fljóta burt með hinu. Kannski þetta fyrir einhvern að hugleiða. Kannski þetta orð til einhvern sem heyrir að hugleiða stöðu sína hvað eignar safnið sitt áhrærir. Sem hann kannski hefur ekki gert áður. Hann telur sig vera gegnumgangandi trúaða mann og ég efast ekkert um það og ég raun varðar ekkert um það. En hvað ef hitt færi? Væri það ekki góð spurning að spyrja sig, hvar stend ég þá? Gagnvart mínum Guði. Trúin það sem kemur þér til ríkis Guðs á himnum, ekki eignastaðan. En það alveg rétt og það viturlegt aðgerð að haga málum þannig að þetta sé allt saman bara gangi allt saman. Og þú á trú, notaði hana til þess að þetta gangi allt eins og þetta á að ganga. En mundu, trúið þín aflið sem kemur þér til ríkis Guðs og þú verður hér aðeins skamma hríð, svo ferðu. Og þú tekur ekki snifsi með þér hérðan. Ekki einu sinni fötin sem þú ert í. Það verður allt eftir. Og veldu svo. Ég get bara valið fyrir mína part og ég get alveg lýst yfir hér að sú ákvörðun löngu komin. Trúin skal verða eftir. En ég ekki kærulaus með hitt. En trúin skal verða eftir. Hvernig sem allt hitt fer og veltist. Og hvernig sem það á annar borð veltist og hvað gerðist sem olli því þetta hrundi allt. Þá skal samt trúin verða eftir. Þetta að taka hyggilega og viturlega ákvörðun fyrir sig sjálfa.
eins og vorum að tala hver og einn einstaklingur verður hér aðeins skamma hríð og hver veit þetta ekki að svo sé. Sumir eftir því sem maður sér og maður hafi ekki fyrir sér virðast haga lífi sínu þannig að þeir séu eilífir sjálfir. Sjáðu til dæmis þessa einræðisseggi hvernig þeir hafa hagað sér. Tala nú ekki þá sem hafa lagt allan heiminn undir. Ekkert af þessum mönnum eru eilífir. Sumir náttúrulega af þessum mönnum voru drepnir ekkert svo gamlir. En hvað það? Þá hefðu þeir dáið sem þá gamlir menn. Og hvað var eftir? Allavega ekki þeir eru farnir. Dagurinn í dag er fyrir mig til þess að vinna úr og vinna með. Og Guð gaf mér trú til að ég ynni rétt með hann. Og mér nægir að vinna rétt með hvern dag fyrir sig. Og það er hægt. En plön mín til framtíðar litið eru góð og allt það, en ég veit ekkert hvernig það fer. Ekki neitt. Eina sem ég veit, og þetta veist þú líka, því að þú ert skynsum manneskja og lifir lífinu, ég veit hvernig dagurinn minn var, hvenær? Að kveldi dags, ekki fyrr. Og þetta eru bara nokkri klukkutímar á dag. Og svo byrjar þetta aftur. En hver dagur er með þessum annmörkum. Og hvað veit ég framtíðina? En ég gef út yfirlýsingu. Þráttur allt skal trúi mín standa eftir þó allt fari. Akkur get ég lofa sjálfum mér þessu að því ég veit hverjum ég tilheyri. Ég tilheyri honum sem er og ég tilheyri honum sem hefur alltaf verið og verður áfram. Það er mín trygging. Þannig að ég veit hvert ég stefni og ég veit líka hvað dagurinn vill að ég geri að því að ég er í tengslum við orð Guðs. Ert þú í tengslum við orð Guðs? Svo getur það alveg, svo mikið veit ég, en ég veit ekkert hvort þú sért það. Og þess vegna erum við að gera það sem við erum að gera hér, að til þess að ýta á menn að þeir í það minnsta hugleiði þessi mál. Ég hugleiði það fyrir mig og geti miður ekki hugleitt það fyrir þig, en ég get hvatt þig til að gera sama. Þar stoppar mín deild hvað þig varðar. Akkurri, að því þú tekur alltaf ákvörðun sjálfur og sjálf. Hvernig þitt líf, hvernig þú hegðar þínu lífi. Það sem ég og þú segjum hvort við annað verður aldrei neitt nema ábending og jafnvel og mögulega tilmæli og hugmynd fyrir mig eða þig að vinna með og vinna meira með. En ég þarf að stíga út í það. Þannig hefur það verið og þannig verður það áfram og þannig verður það alltaf áfram. Það er engar hjáleiðir framhjá þessu. Það er ekki til. En hversu gott væri ekki að eiga aðgang að eitthvað að þessum hjáleiðum. En þær eru bara ekki til. Og það er bara gott að bara ákveða það og setja þær til hliðar. Og þá gengur maður bara með drottni í dag og hefur hingað til skila sér heilum heim að kveldi í þess áratugi sem að baki eru. Alltaf hver dagur fyrir sig. Og enn er allt í blóma sem að snýra manni sjálfum.
En þó það allt færi, sem er nú reyndar ekki mikið, ég var nú að viðurkenna það, þá skal trúin samt standa eftir. Hún skal ekki fara með neinu af þessu sem fer. En sumir hafa verið á þeim stað, svo hrundi allt, þá hrundu þeir líka. Og trúin með. Hvað sem þeir eru í dag veit ég ekkert um. En hún hrundi með. Og það var ekki gott. Í Jesú nafni. En hérna við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram, að því þú ætlar að biðja fyrir þessu góða efni, að því þér líkar það svo vel.